svo segir Jóhannesar Guðspjalli, merkilegu boðskapur þarna. Það Jesús að tala við áheyrendurna þannig í Ísrael, forðum, fyrir nær 2000 árum. Og hann sagði, sannlega segi yður, ef þér etið ekki hold mannssonaris og drekkið blóð þess, hafið þér ekki lífið í yður. Það mætti ætla hann væri að gera okkur að mannættum. Nei, ef við lesum í samhengi, þá sjáum við hvað hann á við. Hann að tala hvað hann sé okkur mikilvægur sem frelsari. Eins og brauð eða matur okkur til að lifa, til þess að deyja ekki sulti. Og hann segir að þetta það brauð sem niður steig af himni. Hann að tala sjálfa sig. Það ekki eins og brauðið sem feðurnir át og dóu, sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Og þegar margir í dag lesa svona boðskap, þá segja þeir, hvaða rugl þetta? Og skeita þessu engum. Verja einhver tíma til að kanna hvað Kristur að tala Svo segir frá versi 59, þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundinni í Kapernaum. Og takið eftir viðbrögðum. Margir af lærisveinum hans átlítið, það voru fleiri lærisveinar en postular 12. Og þeir sögðu þunga þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Úr þessu segir versi 66, hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þeir gáfu drottni engan möguleika á að útskýra nánar. Þeir vildu ekki kynnast honum nánar. Þeir bara yfirgáfu hann. Þá sagði Jesús við þá 12, ætlið þér að fara líka? En Símon Pétur svaraði honum, Herra, til hvers ættu við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Hérna leggur Pétur áherslu á mikilvægi orðs Guðs, Biblíunni. Og svo segir að það Jóhannes 8. kapli, vers 28, því sagði Jesús, þegar þér hefjið upp mannssonin, munið þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert það sjálfur mér, heldur tala ég það eitt sem Faðirinn hefur kennt mér. Svo þessi boðskapur sem ég var að vitna í brauðið og blóðið og svona, að Jesús að segja, Faðirinn fól mér að boða þennan boðskap. En þetta skilur fólk oft ekki. En sjáum við bara, það á sér stað svo mikið ringulreið í þessum heimi. Og í trúarheiminum, þetta algjört Babylon. Allar þessar trúarkenningar. Og fólk segir oft og einan, maður veit ekki hverju maður á að trúa. Jæja, ég held að Guð eigi sér margan gimsteini, hérna út í þjóðahafinu. Eða eins og Bólihjálmar sagði, ég man alltaf þessa einu ljóðlínu, að Guð á margan gimstein þann glóir í mannsorpinu. Og þannig það að þegar við lesum í Óperunarbókinni frá fyrsta versi, þar segir þetta sá ég annan engil. Því það komu margir englar þannig við söguna með boðskap frá Guði til Jóhannesar sem skrifaði Óperunarbókina. Hann steig ofan af himni og hann hafði mikið vald og hann hrópaði með sterkri röddu. Og nú hoppum við yfir í þannig 3. og 4. versi. Fallin Babylon mikla og orðina heimkynni, djöfla og alls konar og hælja alls konar óhreina anda. Þetta villukenningar, kenningar sem eru boðaðar í kristinni trú oft og einatt, en ekki byggt á Biblíunni. Svo segir í 4. versi. Og ég heyrði aðra rödd af himni. Sjáðu, himinin allur upptekinn við það að leiða okkur til að Biblíunni, að lesa og kynnast Guði og boðskap hans. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, fólkið mitt, forðið yfir úr borginni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Babylon samnefnari fyrir öll trúarbrögðin. Og Babylon þýðir ruglingur. Og hann var fullt af fólki þarna út í þessu Babylons ruglingi, sem ekki endilega í okkar söfnuði eða sem
hafi ekki heyrt Jesú Krist og ekki kynnst Biblíunni. Og Kristur kallar á þetta fólk, komið út úr Babýlon áður en það verður of seint.